En sko, Evrópusambandið, að tala að fara þangað inn núna, það alltaf sagt þessi vera ekki að fara inn í brennandi hús og svona, en Evrópusinnar blása á það sko sem bara einhvern anti-ESB áróður, en það sannarlega þannig að ég var að horfa á svona fréttaskýringu þess að Frakkland sko algjörlega að hruni komið efnahagslega, búin alltaf að reka sín fjárlög í halla sko í 2 áratugi eða meira. Alltaf í skuld. Það tekið saman að fjármagnskrísan sem að Evrópusambandið þurfti að beila út Grikkland, Portugal og Ítalíu eftir 2008. Frakkland sko í meiri vandræðum heldur en öll þau lönd voru til samans þá sko. Og þetta raun og veru talað þetta þarna eins og sko fjárhagsvandræði Frakklands séu það stóru mikil og þau getur hreinlega dregið allt Evrópusambandið með sér onni í holræsið sko. Og staðreynd eins og að Evrópubúar eru 10% mannkyns af fólksfjöldanum á plánundinu jörð Evrópubúar 10%. Við erum í Evrópu 14% af allri framleiðslu, GDP, öllum heiminum. En í Evrópu eru greiddar út 60% af öllum velferðargreiðslum jarðarinnar. Þetta náttúrulega algjörlega ósjálfbært. Það það og þetta að koma betur og betur í ljós og maður veltir því fyrir sér hvort að þetta endi bara með einhverju hruni þessara velferðarkerfa í Evrópu. Af því að menn hafi ekki haft það í sér að bregðast við í samræmi með tilefnið. Á sama tíma hins vegar eru landamæri í Evrópu bara opin. Og núna Evrópusambandið að gera samningum það að opna algjörlega fyrir Indverja, að Indland fái óheftan aðgang bara eins og EES bara, fólksflutningar frá Indlandi. Ég ætla ekki að trúa þessu þér í sal. Það er 1,5 milljarður manna og man ekki hvort að það var sagt 200 milljónir eða hvort það var 20 milljónir eða 200 milljónir fæðingar á hverju ári. Þetta er ekki frekar 200. Allavega þarna er 1,5 milljarður manna sem að fá þessum sagt bara opið frítt spil á að koma til Evrópu. Og við erum Evrópa eins og öll vestræn ríki hætt að fjölga sér. Þannig að það alltaf að tala að miklu samsæriskenningu, great replacement theory, en það þarf ekki að vera neitt samsæri, það þarf ekki að vera eitthvað skipulag, ef að menn eru bara svo vittlausir að hafa þetta allt opið, þá gerist þetta bara sjálfur sér. Mér finnst svo kostulegt eins og með þetta dæmi. Hvernig menn svona bara halda áfram að tala algjörlega óháðu raunveruleikanum. Tala út frá því sem að þeir fundu upp einhvern tímann svona sem frasa eða leiðir til að hefta umræðu, eins og það að kalla þetta samsæriskenningu. Þegar þetta er ekki lengur samsæri eða kenning, þetta er bara raunveruleikin. Þetta var raunveruleg þróun. Og reyndar skrifuð eins og þú þekkir skýrsla á vegum Sameinuðu þjóðanna sem hét með þessu nafni og fjallaði það hvort að þetta verið ráðað að mæta oflári fæðingartíðni með því bara flytja fólk til Vesturlanda. Og það náttúrulega það sem Evrópusambandið að gera. Það það sem Evrópusambandið að gera. Þetta bara að reyna að halda upp í einhverjum hagvexti. En að gera, já, þetta er allt píramíndasvindl. Efnahagskerfum Vesturlanda stjórnað eins og píramíndasvindli. Meðan að sér á Íslandi. Þú heyrir þetta stöðut í umræðinu útlendingamál hér. Við þurfum á þessu vinnafla að halda, við þurfum að flytja en fyrir fólk til þess að vinna. En menn reikna ekki heilt að dæmið. Þess vegna erum við ekki með neina hagvöxtaraukningu hér á Íslanda mann. Jú, það er hagvöxtur, en það er bara því það er að koma inn fleira fólk. Það er verið að taka láni framtíðar kostnaðin við alltaf fólk sem er að bætast inn í samfélagið. Og Evrópusambandið er að gera þetta og búið að gera í miklum mæli, en þessi innlandsopnun við núverandi aðstæður er algjörlega störtluð og sýnir bara að þeir sem ráða för þarna í þessu sambandi, sem eru nú ekki lýðræðislega kjörnir, Evrópuþingið ræður engu, þeir eru bara ekki í tengslum við raunveruleikann. Þegar að atvinnuleysi í Evrópu er eins og það er, sérstaklega meðal ungs fólks, að opna þá enn frekar fyrir innflutning á láglauna vinnuafli frá fjölmennasta ríki heims, er bara staðfesting á því. Já, suicide. Já, Evrópa er að fremja
samfélagslegt sjálfsmóð. Þú nefndir Frakkland og kerfið þar, velferðarkerfið. Það sama viðrendar í mörgum Evrópulöndum að velferðarkerfin í Evrópu eru gjaldþrota og fæst þessara landa eru með uppsafnað lífeyriskerfi eins og við höfum þó hérna á Íslandi. En gagnrýna lífeyrissjóðina og öfrist oft tilefni til þess, en við erum þó hér á landi að safna í sérstaklega sjóði. Þarna er þetta bara greitt út af sköttum og það verða færa og færi til þess að vinna á fleiri sem munu þurfa að njóta lífeyrisgreiðslana. Þannig að það verður eftir ekkert mjög mörg ár, það verður ekki til peningar til að greiða ellilífeyri, til að standa undir heilbrigðiskerfinu og svo framvegis. Þetta er eins og þú nefndir það réttilega ósjálfbært. Og hvað gera menn þá? Þegar að píramídasvindl er byrjað að falla saman, þá reynaði bara að stækka þá meira. Og núna með þessi... eins og Bernie Madoff gerði bara... Þetta er í rauninni nákvæmlega þannig. Og afleiðingarnar verða þá þeimun verri þegar ekki verður lengur hægt að halda blekkingunni áfram. En þetta bætist við það að Evrópa er að gera sér erfiðar og erfiðar fyrir að uppbúi til verðmæti. Þýskaland, náttúrulega bara orðið mikil sorgarsaga. Þetta iðnveldi sem að náði sér á strika og ótrúlegan hátt eftir seinni heimsstyrjöldina var fyrirmynd annarra ríkja í iðnaði og verðmætasköpun, útflutningi. Þeir eru meira og minna hægt að byggja verksmiðjur í Þýskalandi. Þeir eru þvert á móti loka þeim og flytja þeir annað. Bílaframleiðendur þar á meðal, frægi þýski bílaðinaður sem að er búin að taka að undanförnu nokkrar ákvarðanir að hverfa frá áformuðum verksmiðjum. Það var frekar í öðrum löndum og ein af megin ástæðanum er orkuskortur. Of dýr orka. Þar fóru þeir náttúrulega að loka kjarnorkuverunum, kaupa í staðinn kjarnorku frá Frakklandi sem með kjarnorkuver og öðrum löndum og gasuðu þetta frá Rússlandi. Halda samt áfram sjálfspíningunni að leggja meiri og hærri gjöld á orkuframleiðsluna og notkun hennar og setja fleiri hindranir í veginn, auka regluverkið. Þeir þykjast nú eitthvað vera átt sig á því í Evrópusambandið að það sé ekki í lagi. Þeir skrifuðu þessa Draghi-skýrslu svo gölluðu sem að var nú mikill dómur yfir kerfisvæðingu Evrópu og regluverkinu sem héldi aftur af verðmætasköpun og ég sá að kanslari Þýskalands var núna í vikunni að lýsa því yfir að Evrópa hefði tapað mörgum árum vegna þessar regluvæðingar allar sem að stendur verðmætasköpun fyrir þrifum, en að þetta er allt að gerast samtímis. Þetta er svona perfect storm. Þetta er líðfræðilega, fólk hættir að eignast börn, menn bregðast við því með innflutningi vinnuafls sem að þurfa reikna dæmi til enda, eins og Danir hafa gert. Stendur ekki undir sér. Og leið ert að draga möguleikunum á verðmætasköpun með alls konar lagalegum hindrunum, með orkuskorti og svo leið er bara samfélögin sjálf að lenda í ákveðinni upplausn. Ekki hvað síst vegna þessa stjórnlausa streymisinflytjenda, þar sem að þessi lönd þor ekki lengur að verja sína menningu og sín gildi, heldur reynað aðlagast aðkomu fólkinu og það gengur á lagið í mörgum tilvikum. Og svo bætist þónið þetta allt saman að sko þeir stjórnmálamenn í Evrópu sem að sjá þetta og sem að er að benda á þetta og vilja laga, þeir eru þeim er ítt til hliðar, útrópaðir sem hægri öfgamenn og nasistar jafnvel. Þrátt fyrir gott fylgi könnunum og kostningum að þá eru þeir útilokaðir frá samstarfi og svo framvegis. Það er hermt upp á þá sko, eitthvað hatur og hatursorraði til þess að halda þeim frá sko. Þú veist, markvist bara útilokunar einhvern veginn herferð. Þannig að þó að það séu stjórnmálamenn sem að viti að þessu, vilja gera eitthvað í þessu og eru með sko fylgi kjósenda á bakvið sig, þá hefur þetta batteri náði einhvern veginn með svona samkomulagi sín á milli að útiloka
að lýðræðislega kjörnir fulltrúar, ég meina eins og þessi öryggisráðstefna í München þar sem að J.D. Vance talaði í fyrra og bentir eftirlega á, ég að tala á öryggisráðstefna þar sem að næst stærsta flokkið Þýskalands ekki boðið á ráðstefnuna og AfD var haldið utan við það og þessi ræðans var náttúrulega algjörlega frábær, hann benti á bara hvernig Evrópa væri að tortíma sjálfur sér með þessu með því að hefta málfrelsi gagnrýnenda, þeir sem eru að benda á það sem að illa fer, það er bara mætt heim til þeirra og þeir eru handteknir og hendi steinin, sko. Já, og þú veist, þetta er ekki einu sem einhver myndlíking hjá þeirra ríkjur, þetta er bara raunverulega svona. Já.